Velkomin í þáttinn Trú og líf. Þú ert að hlusta á Sögumari og Gunnar Inga. Heiður og ánægja að vera með ykkur. Gentlemenni og gentlemenni. Bæði? Já. Okay. Já. Já, þetta er senasti þátturinn. Þessa önn. Já. Fram að bara ágúst eða eitthvað. Já. Takk einnilega fyrir viðtökunar, by the way. Já, bara takk hérlega að búið að vera frábært og takk hérlega fyrir að bara, þið sem hafi tekið eitthvað tíma til þess að láta okkur vita bara hvað þátturinn hefur verið bara ykkur til upprunar eins og við nefnum ofta alltaf í, næstu í enda hvers þáttar þetta vonandi hafi verið upprun. Við erum mjög þakklátt fyrir að þið takk ykkur tíma og segja okkur það því að það er bara, já. Mér finnst bara magnað að Guð geti einhvern veginn nota okkur til þess að uppra fólk. Já, það er mjög svona auðmíkjandi. Já. Herru, kannski eitt sem ég langaði að nefna þar sem þetta er seinasti þátturinn af þessari seríu að þá var ein villa sem að ég þarf að leiðrétta varandi við vorum að tala einhvern mann biskup fyrir nokkrum vikum og þá nefndi ég að það væri bara einn biskup í þjóðkirkjunni og það var einhverjum svona þjóðkirkjuprestar sérstaklega sem nefndi byrjaði að spjalla mig og nefndi að það voru 3 biskupar þannig að mér langaði bara að leiðrétta það ég hafði rangt fyrir mér þar 3 biskupar? Já, vissirðu það? Ekki hugmynd? Nei, ekki heldur. Svo kannski ætti maður að fara meira varlega þegar maður er að bladra efni sem við veit ekkert Allavega ég hef alltaf tekið eftir einum en það eru 3 biskupar á Íslandi. Hvar eru hinnir 2? Ég bara veit það ekki. En það er eitthvað svona einn höfuðbiskup eða meinbiskup eða eitthvað svona. Þannig að áhugavert. Ef ég skildi það rétt. Okay. Við langaði bara að taka það fram. Afsakið villuna þar. Seinasti þátturinn okkar er spurning sem kom inn. Og það er bara þáttur langaði að heyra hvaðan við erum að koma hver sagan okkar er Já Ég held að það væri viturlegra að þú myndir byrja á þínu af því að þetta er svona svolítið svona ætlum við að fara inn í þá hvernig við sitt hvort okkar kemur til trúar og svo inn í okkar kirkjuna og það allt saman já, það er ekki bara Þannig að það byrjaði á miðvikudegi 1989, 23. janúar. Ég myndi segja sko ég ólst upp og hann ólst upp með pappa sem er Gunnar í Krossnum og hann það þarf ekki að útskýra fyrir mörgum hver hann er en það var svona ég er ofta að tala um útlendinga sko ég þarf svona útsett að reyna að lýsa fyrir fólki hvernig fólk horfði á hann og svona En það var mjög undarleg upplifun að vaksa og svona taka eftir því að mjög margir þekktu pappa henn og mjög mikið af þeim sem þekktu pappa henn hafðu slæmt áleita pappa hennum og kom reglulega krakkar í skólan með svona hei pappi minn var að segja að pappi þinn væri bara heimskur og eitthvað svona þannig að þetta var svona áhugaverð upplifun en ég myndi segja eitt stærsta dæmi sem að gerist fyrir mig því ég er yngri til þess að koma með til trúar var því ég var 10 ára kem ég heim og fullt af fólkin í stofunni og lögreglubílar fyrir utan og eitthvað svona og þá frétti ég að því að amma hefur verið myrt heima hjá henni og það er fundið gaurinn og það kemur í ljós að þetta var bara einhver gaur sem var á eiturlyfjum og fekk bara svona tilfinningun að langa að meiða eitthvað hringdi í random bankaði á random dyr og bara stakk hana inn í íbúð hjá sér og það byrjar svona, það finnst mér hrista mig upp úr svona típiska kannski íslenska hugar, hvað segir maður? Mindset, svona hugsunni. Mér finnst Íslendingar, svona típiskir Íslendingar pæla ekki droslega mikið í dauðanum eða þú veist, að því sem ég sé allavega. Þú veist, dauðanum og tilgangnum og svona, þú veist, það er bara svona, já, þetta bara er svona og þetta reddast og þú veist, maður bara gerir sitt og allavega það svona vakti upp í mér alls konar spurningar dauðan og tilgang og þú veist, þú veist, ég hef bara búist við að Guð væri til en ef Guð er góður Guð af hverju myndi og hann er, þú veist, alvaldur af hverju myndi hann leyfa illsku að blómstra svona eins og þennan hátt og sérstaklega, þú veist, ég fatt það svo að því ég er 12 ára hann er komin úr fangilsi held ég minnur hann var í 2 ár svo hann færir inn á áfakaheimili og mér finnst það bara réttakerfið vera svona ákveðið joke og það vekur upp í mér alls konar spurningar og það tekur mig í rauninni 8 ár þar sem að ég er að bara reyna að hlaupa þú veist,
ég svona á þeim stað að ég nokkuð viss að kristin trú sé bara bull og ákveð að leita hælis frekar hjá bara eiturlyfjum og áfengi og öðru og svolítið að ströggla við það að finna ekki bara svona, þú veist, það virka alltaf í smá tíma, maður byrjaði að drekka og allt í einu var ég ekki reiður og allt í einu gæti ég bara svona liðið allt í lagi og það virkaði í smá tíma en svo hætti það að virka og þá þurftur að finna eitthvað sterkara og meira og þessi reiði var alltaf til staðar og þessar spurningar voru alltaf til staðar og svo ég náttúrulega sonur Gunnars í krossinum þoldi ekki að vera sonur Gunnars í krossinum menn maður var að djamma og allir að spyrja mann út í pappa sinn og eitthvað svona þannig að mér langaði að komast eitthvað það sem enginn þekkti mig og ég kom með þessa svona evil plan að fá pappa til þess að borga fyrir mig til þess að fara út í Bandaríkina og fara út í biblíuskóla í Huntsville, Alabama þar sem að enginn myndi vita hver ég eða pappi minn væri og ég geti bara farið í eitthvað svona tíma yfir daginn og svo myndi ég bara, þú veist, djamma kvöldin ég held að vera bara svona típisku skóli svo kem ég út og fatta að þetta ekki típisku skóli og tekur yfir svona allt þitt líf á meðan þú ert hana en á þessum tíma þá byrja ég að velta mér upp úr þessum spurningum rosalega mikið og gefa allt í einu kristinni trú sjens að svona, ég var ekki að búast við miklu varandi svör og annað eins en ég byrja að lesa mikið af bókum svona spurningar sem ég hafði og fannst það sjokkerandi að fólk var búið að spyrja þessa spurninga og var actually að gefa nokkuð góð svör við þessum spurningum frá biblíulegu sjónarmiði og þannig úti í þessum biblíuskóla hefði ég sagt þér að ég var í kristinn þessi 3 ár en ég skildi samt ekki fagnaðarendi ég var ekki búin að ég horfði á Jesú meira svona sem drottinn ég þarf að fylgja honum eftir en ég fattaði ekki að hann frelsari minn mér leið meira eins og ég þurfti að frelsa mig sjálfur ég þurfti að vera nógu góður og þannig að, þú veist, ég stend mig nokkuð vel úti, þú veist, þetta ekki dóp og neyslu og svona, svo kem ég alltaf til Íslands og fell alltaf aftur og aftur og aftur. Og það gerist bara í þessi 3 ár meðan ég hann úti, svo kem ég til Íslands og er í kvikmyndaskólanum á þessum tíma og búin að standa mig nokkuð vel í nokkuð tíma en þetta aftur í svona neyslu sem að þegar pabbi skilur og það var mikið á svona sársauka í kringum það tímabil og kaldhælinslega þá kom ég oft og reykti hérna við kirkjuna sem við hittist núna á sunnudögum það sem að ég var hérna oft á bílastæðinu allt öðrum kringustæðum hérna árum áður og já og það var eiginlega í þessum kringustæðum það sem að ég tek eftir því að stelpan á móti í götunni komin að laust og ég svona byrja að tala við hana og það enda með að vera þú Hæ Hvernig kemur þú til trúar? Hvað búið að gerast í þínu lífi upp að þeim tímapunkti? Já, ég allavega hafði þau forréttindi að alast upp í fjölskyldu þar sem að pabbi minn hann mætti mikið í kirkju og var mikið bara í kristna heiminum að aðstoða og svona og bara blessa fólk og svona og aldu okkur krakkana upp í því að Guð væri til en fyrir mig þú veist þá gerði ég mér ekki grein fyrir þú veist að ég þyrfti að eignast í Jesú sem persónulega frelsara en ég man eftir að ég hef alltaf þú veist og mér finnst svo skemmtilegt að hugsa það þú veist að frá því að ég bara svona man eftir mér að þá hef ég alltaf haft rosalega mikinn áhuga á tónlist og ég man eftir eiginlega bara frá því að svona það sem að svona minningarna kannski frá svona 6 ára aldri eða eitthvað þá byrjar að koma rosa mikill áhuga á svona tónlist og að skrifa ljóð og svona þannig að mér finnst það bara svo dýrmætt einhvern veginn að eiga það því að það er svona augljóst að þetta er eitthvað sem Guð hefur gefið mér og að vera að nota þetta sem fyrir hann í dag en ég var ótrúlega svona kannski öðruvísi barnatilhaldin til að ég þú veist, til þess man eftir að það var svo oft sem að ég sat til dæmis upp í stofu mamma og pappa, þau voru með glugga sem að svona varpaði svona útsýni yfir alla Reykjavík, yfir Miklubrautuna þar og ég sat þar stundum og kveikti þarna Íslandi land þitt og svo bara svona grét ég
ég sat í glugganum og það hreyfði við mér eitthvað svona melodían og eitthvað og svona bara rauninni kannski þegar ég hugsa tilbaka þetta núna þá var það út af því að þetta var svona glorious, svona dýrlegt og svona. Svo dóttir okkar að gera þetta nákvæmlega saman. Ég veit það, er ótrúlegt. Það er ekki spildi í bílnum og svo sé maður hana aftur í bara Íslandi landin en já, alltaf ég bara svona þannig að ég var, þú veist, og ég var alveg vör einhvern veginn svona hugsa alltaf þú veist, pæla í Guði og svona, já mjög svona vör það og ég man líka, þú veist, að kannski frá svona því genginni táningsárin þá fer ég rosa mikið að svona vera vör líka og svona rosa hrætt svona í myrkrinu og mér finnst ég oft upplifa svona eitthvað svona eins og vera ekki ein. Já, og og bara svona baráttuna þar á milli skilur þó ég skildi það ekki en ég var náttúrulega alltaf bara mjög hrædd og svona og þá fór ég fyrst að vera svona vörum einhvern veginn, þú veist, bara svona pæli þú veist hvað kæmi eftir að maður myndi deyja og svoleiðis og svo bara er Guð það yndislegur að senda mér vinkonu mína sem að ég er ennþá góð vinkona í dag og hún kemur í bekk þegar ég er 15 ára í Árbæjarskóla og við verðum rosa góða vinkonur og svo þegar það er árliðið cirka þá býður hún mér sér í kirkjuna sína og hennar pabbi var sérst fórstöðumæður þá og er ennþá í dag en og þá svona kynnist ég þessu fyrst svona að þú veist, það að svona mæti kirkju þú veist, ekki þjóðkirkjuna og svo bara setast eitt daginn ætla ég að fara í heimsókn til hennar og þá er pabbi hennar og hún og þau setast með mér í eldhúsið og þau bara segja mér frá fagnaðarindinu og ég man eftir því að bara þegar ég heyri þetta þá bara kemur yfir mig svona fyllist ég af bara svona Guðs kærleika og það mikið að ég bara svona ég brast bara í grát og ég sko stökkráðnaði í kinnunum af því að ég skammaðist mér svo fikið og rauninni af því að kærleiki Krist heltist það mikið yfir mig ég bara algjörlega bara, þú veist, grét og ég náði ekki að stjórna mér og ég bara grúfði mig svona onni í borðu og bara sorry, ég veit bara ekki okkur ég er að gráta svona mikið og eitthvað og svo man ég, þá var ég 16 ára og þannig að þá ég man að þú veist, hugsun mín breytist þaðan þú veist, þá fer ég að hugsa þú veist, pæla ég bara svona, hvað ætli Guði finnst þetta og þá fer ég að áhuga á því að vilja, þú veist, skoða orðið og svona nema hvaða þá var ég búin að vera í sambandi með strák í næstu ár og þannig að svo þú veist, er ég að ganga bara með Guði eftir það, þú veist, að þá svona er ég svona að berja svolítið móti að því ég vissi að þetta samband myndi ekki ganga upp en ég hafði ekki einhvern veginn djörfungun í að hætta þú veist, og svo þar með flosnar upp úr því þegar ég er orðin 20 og þá frétti ég að því stelpan á móti sem ég hef aldrei talað við þegar ég vissi að vera á föstu og svo var bara eitthvað, ég er að tala við þessa leiðu umulega Mér langar bara svo að muna af hverju þú tókst eftir því Já, ég held að skilja ekki af hverju Var ekki Facebook á þessum tíma? Jú, það vantarlega lætur vita þegar maður ég veit ekki hvort kannski var það þá en það er allavega í dag að þú hættir í einhvern veginn fann ég kannski var það ekki ennum júliu ég veit ekki Já, getur verið allavega já, ég er svona við kynnumst hana Já og við getum kannski gert það í seinni. Já, við skulum taka það í seinni. Já, en allavega þannig að það var bara svona, þannig að ég allavega, en svona á þessum árum frá 16 til 20 ára, þá var þessi rosa svona barátta hjá mér í að svona vilja svona taka samt svona afstöðu með svona, já, nú ætla ég bara að fylgja þér, skilur. Það er rauninni gerst ekki fyrir hana eftir að ég giftist Gunnari. Já. Þannig að... Herra, skulum taka pásu og koma aftur. Herðu, mér langaði bara að segja hans frá því að við hjá Lofstofunni Baptistakirkju erum með samkomur á sunnudöfum klukkan 11. Samkomunar eru á ensku. Við erum með staðsett í Fagraþingi 2A og svo erum við líka með heimahópa yfir vikuna en þú getur svo bara fengið ítalara upplýsingar um það þegar þú mætir og kíkir í kaffi hjá okkur. Sjáumst. Herðu, mér langaði líka að taka það fram að Trú og Líf er komið heimasíðu, þess að trúolíf.is það sem við ætlum að láta þessa þætti en líka meira af kennsluefni sem tengist ýmsum atriðum sem tengist Biblíunni
og við vonum að það sé þér til uppbyggingar, en svo erum við líka hægt og rólega að fara að bæta inn greinum og meira efni í framtíðinni sem við vonast til þess að hjálpi þér að vaksa í trú og von og kærleika, og þannig að ef þú vilt kíkja á það, þá er það trúolíf.is. Rosa svona úþöld. Já, velkomin í þáttinn Trú og líf. Já, velkomin. Herru, látum mig vita hvað eitthvað finnst þetta. Ég seti svona. Heldur á mikrofónum. Já, það var reynda Þetta er alltaf verið svona sögustund með svefi. Hvað er það aftur sem að, þú veist, hérna, fólk oft heldur á svona mikrofónum? Er það bara eitthvað svona stift í hérna? Já, það er bara... Okay. Allavega, við erum að tala vitnisburðin okkar. Já, og við erum búin að kynnast á þessum tímapunkti. Já, við kynnum svona, ég er 20 og Gunnar er 21. Já, og ég er eitthvað hana í neyslu á þessum tíma. Já, og sjámandi endalaust, þetta er mér líður illa. Og við gerum... Og mér líður henni líka mjög illa því að þetta fyrra samband mitt endar ekki vel og þú veist, ég taklaði þá hluti bara mjög illa, þannig að já, þannig að við kynnumst á svona tímabilið sem að við erum. Já, og ég er svo mikið blessun fyrir þig að ég dreif þig ennþá lengra niður með mér. Já, við erum að draga hvort annað niður eitthvað, veist, en við erum í rauninni að gera allt vitlaust þannig og veist, við erum bara að byrjum eitthvað að deyta og svo, þú veist, erum við að fatta bara að þetta er ekki það sem að, veist, ég var alltaf að pæla við erum byrjað að búa saman hana og svona þetta, við eigum ekki að gera þetta svona og þú varst náttúrulega að upplifa bara heila hannandi því ég er bara ekki gera þetta er ekki rétt og þannig að við tökum hana magnaða ákvörðun eftir 3 mánuði í staðan fyrir að hætta að hafa okkur eins og asnar þá bara lögum við þetta með svona plástri þar sem við bara giftum okkur inn á skrifstofu. Já. Og sögðum ekki foreldurum mínum frá því. Nei, gerum alls konar mistök á leiðinni, alveg major klúður. Ég verð hana edrú á eiturlegum á brúðkaupsdaginn okkar. Og ég prófaði að reykja gras á þeim degi. Já. En það er senastu dagurinn í okkur báðum og fyrsta árið okkar var alveg ótrúlega erfitt og þegar við vorum bara bæði bara mjög brotnir einstakar en að því að við ætlum að tvinna saman kirkjuna í þetta að þá vil ég segja frá því að þetta bara sýnir sko, við ætlum að bara gefa vitnisburðum það hvað Guðs náð er ótrúleg og það að hann hafi komið og hann elskar syndara eins og okkur og hvað hann getur notað brotið fólk en allavega, áður en að við erum gift þá tekur Gunnar mig á samkomu í krossinum og þá voru systir hans og hennar maður þá að með úlingasamkomuna og við mætum og þannig erum við bara sko ég er að kynna þig fyrir systur minni í fyrsta skipti já. Og þá kemur systir hans til mér og hún Jóhanna og segist þú að biðja fyrir mér og fær þessa svakalegu sýn og þetta er að gerast á sama tíma og sko vinkona mín er í hinni kirkjunni sem að ég var í hún er á bænasamkomu og segir bara að hún hafi fengið þessa rosalega þörf til þess að biðja fyrir mér þannig að þetta er að gerast á sama tíma og Jóhanna er að fá sýnina og svo eftir á að þá, þú veist, var hún ekki alveg viss hvort hún ætti að segja okkur hana, ákveður svo að gera það og sest og segir Gunnari frá henni. Gunnar, vilt þú segja? Já, ég man svo vel eftir henni út og það var svo skítrætt. Ég var á þessum tíma rosa skeptískur allt, það var allir einhvern veginn með sýnir alltaf og allir með orð eitthvað og þannig að ég man alltaf sérstaklega eftir henni og þegar hún var svo hrætt að deila þessu og ég bara, hvað er þetta? Það var svona, hún sé mynd að mér með mikrofón að predika og þú með mikrofón að syngja og fyrir framan okkur var svona fullt af fólki frá mismundi þjóðum og ég aldrei og það er svona eitthvað og þú veist, ég var bara ekkert að fara að flytja frá Íslandi og veist, það er ekkert mikið að þjóði mér á Íslandi þannig ég var bara eitthvað Já, líka bara því að við vorum ekkert búin að ákveða þarna einu sinni í huga okkar að giftast skiljiði, þú veist, þannig að þetta var svona koma alveg bara svona og skiljanlega að hún hafi verið hikandi þú veist, bara svona að segja bara þegar við erum saman þannig að en svo allavega bara líður þetta og við erum að klaufsast þetta áfram
hérna í hjónabandinu okkar og hérna Guðnaður ykkur og rauninni var bara fyrsta 1,5 ára okkar næstu í, já 1,5 næstu í 2, þá vorum við bara já, var ég eiginlega bara alltaf hugsandi sko bara já, heyrðu, hvenær ætti ég að fara frá honum og hann var alltaf hugsandi hvenær ætti hún verið farin. Já, ég var alltaf búin að ákveða það. Það er bara, þóttu þetta verið best líf þá ætla ég aldrei að fara að gefast upp á já, bara eitthvað. En það verið kannski ömurlegt, en ég er ekki að fara neitt. En ég var ofta að pæla í hvort þú myndir. Þannig að hérna, en svo hérna gerist það, við búum hann á völlunum og svo förum við í það að við ætlum að sinna okkur að búa það að reyna að búa til eitthvað gistiheimili í Breiðholti og fengum að búa í húsi þar. Svo gekk það ekki upp af því við vorum bara mjög óþróskuð og hérna það enda með því að við bara erum ekki með enn heimili og þurfum að flytja inn á sagt, hérna, bara inn í barnastarsherbyggi í krossinum og búum þar og, hérna, og það er á sama tíma þá cirka og hérna, þá er systir hans Gunna komin yfir hérna, kirkjuna. Já, ég kemdi trúar hana basically, við giftum okkur, ég verið edrú eftir smá og eftir ykkur nokkra mánuði og svo eftir að við erum með edrú og þá er spurt okkur hei, við leiða hérna unglingastarfið í kirkjunni og það er ykkur einn unglingur í kirkjunni og ég er eitthvað, já, þetta er litla frænka mín þannig að ég skal bara, og svo byrjaði að vaksa og dafna og unglingarnir byrja að spyrja fullt af spurningum sem ég finnst ég ekki vera hæfur til þess að svara þannig að ég er að vinna á daginn í 9 klukkutíma með þessa hundleiðilegu vinnu sem ég var í en ég myndi aldrei skipta út fyrir neitt og þar fór ég bara að finna predikanir, ég fór að finna guðfræði, fyrirlestra og annað eins þannig ég geti undirbúið mig fyrir næstu unglingastund þar sem ég geti svara krökkunum og þeirri spurningum sem það voru að spyrja og það var á þessum tíma það sem að ég actually fatta í fyrsta skipti hvað krossin snerist að ég væri ekki bara þurfti ekki bara að trúa Guð og reyna að komast til himnaríkis, heldur þurfti ég að fá frelsara í Jesú Kristi þannig að ég kynnti trúar í gennum það í rauninni að leiða þetta úlingastarf og svo búum við hann í kirkjunni Já, við búum í kirkjunni og ég verði óleitt á Mikael og það er fyrsta barnið okkar og hérna og það er einmitt þarna sem að Guð byrjar að setja hérna löngun í Gunnar til þess að vilja byrja kirkju og þá taka við 2 ár hjá honum þar sem hann er bara að berjast við þetta og mikið þunglindi náttúrulega og bara svona þegar þið langaði ekki að gera þetta. Já, ég baði þess að stektu bænar hana, ég var að hlusta okkur Hillsongslag hana í vinnunni og baði hana Break my heart for what breaks yours og hann bara svaraði já við því og í bara 2 ár var ég bara grenjandi líku hverjum einasta degi bara á leiðin í vinna og satt út í bíl í 45 myndir að grenja hann út í bíl og fór bara klósettið í vinna að grenja og bara að gráta yfir bara af hverju er ekki fleiri kirkjur hérna á Íslandi að hælæta fagnaðarendi og predika biblíuna. Svo bara kemur að því að Gunnar bara sest niður með mér í daginn og segir bara sá að ég að gera þetta og ég segi bara já ég er náttúrulega vissi ekki neitt hvað það þýddi og ég held að Guð hafi sko Gunnar hefur bent mér á þetta svona, Guð einhvern veginn gaf mér þetta svona hjarta bara svona af algjör svona örgla svona barnatrú bara já, gerum þetta bara, þú veist og hérna, en svo leiðu við ákveðum að gera það að þá sagt, er það þannig að þú veist, við vorum að svona velta fyrir okkur af því að þetta var náttúrulega mjög erfitt líka þú veist, hvað maður segja náttúrulega enginn í fjölskyldunni sem hafði upplifað að einhver annar var að fara að byrja einhver aðra kirkju og svona, þannig að það var mjög erfitt svona fyrir fjölskylduna náttúrulega að vissu leyti, þú veist, af því að það náttúrulega pínuna kannski leiði náttúrulega eins og við varum ekki að vilja vera með þeim, þú veist, í þær núverandi kirkju, þú veist en við vorum að biðja Guð að staðfesta þetta og þannig að þá var það einnig samkonni sem við vorum, þar sem að það kom bara hvað sagði, 3 mismundir það voru 3 einstaklingar eða eitthvað leys, það löpuði upp á okkur og sögðu bara, ég veit ekkert hvað um hvað þetta er eða eitthvað, ég finnst bara ég segi ykkur, já, gerið það bara einn verður bara, hei, mér líður þess að ég segja bara, gerið það gera það. Ég held að hugsa bara, hvað er hættulegt? Bæði ég væri bara eitthvað, þú veist, í sjálfsmórshullegum og svo verður þú bara eitthvað, herri, gera það bara. Þú veist, eitthvað bara, en já, þetta var alveg... En þarna held ég bara, þú veist, einmitt, ástæðan fyrir það skipti máli að við þurfum að þroska okkur því að heyra Guðsorð, þú veist, rödd, skilur, þá veitum við að það sé pottet. En allavega, Við erum búin að byggja yfir þessi núna, þú veist, í marga mánuði. Ég var eitthvað að velta mér, hvað er ég? Þú veist, þetta er mér ást ég svo mismundi frá kirkjunni sem við vorum í og
veist, bara hverju trúi ég, þú veist, var að setja ykkur að trúi jafningu saman fyrir mig og kirkjuna og... Svo bara í lokin þá var það þannig að sest, Gunnar þegar hann var alltaf að hlusta á fyrirlestra og svona, þá heyrir hann sest, af kirkju í Dumfries, Virginia sem var að senda fólk hérna til Íslands sest, voru með íbúð hérna og voru að senda fólk á 3 mánaða fresti og svissa milli að senda til þess að biðja fyrir hérna, einstakling til þess að rísa upp og vilja byrja kirkju hérna á Íslandi og þannig að hann reynar að setja sér samband við og þau segja að það séu hjón nú þegar á Íslandi og ég held að það hafi tekið okkur 6 mánuði fyrir hann heitir Bill Jessup og fyrir Bill að svara og hann svarar okkur þegar við erum byrjuð með kirkjuna 2013 og þá hittir Gunnaran og þá var þessi Bill Jessup sem að fekk þessa upprunalega hugmynd að senda fólk til Íslands að því að hann fekk Ísland á hjartað og þá voru þau búin að gera það í 8 ár biðja fyrir einstakling til að vilja byrja kirkju hérna á Íslandi og þannig að það var ótrúlega emotional og mjög fallegt bara að sjá eitthvað fyrir Guð svara Bill, þú veist, ekki það að við séum eitthvað merkilega, heldur bara Guð að svara Bill, þú veist, og gefa honum þetta. Já, og það er líka gott að þetta bakland og það ég var bara, þú veist, að googla og hlusta okkur fyrirlestra, bara hvernig á maður að byrja kirkju, þú veist, eitthvað. Og hitta svona fólk úti sem var bara starfaði við þetta og gætt gefið alls konar visku inn í, þú veist, einn fyndinsaga, það er að við byrjuðum baptistakirkju, þú veist, svo mannstu eftir þegar ég kemur svona heim og var eitthvað, svo ég að fatta veist, við erum baptistakirkja sem að við skýrum eftir að þú kemur til trúar og ég að leiða kirkjuna og ég ekki skýrður eftir að ég kom til trúar var eitthvað að labba með þér í gegnum hvernig þetta skýra mig heima í baðkarinu þannig ég skýrði hann í baðkarinu þannig að það var algjörlega svona fullt af mistökum og bara ok, hvernig gerum við þetta og Guð er búin að vera mjög náður margt búið að gerast heilsu, kvillar og alls konar beigjur sem við vorum ekki að búast við en svo erum við komin á stað í dag þar sem að allt í einu eru kannski 140 hérna á samkomu og kannski 20 mismyndi þjóðir sem mjög skrítið að upplifa allt í einu hugsa maður yfir í svo sín sem Jóhanna kom með mér bara eitt sturt bara að Gunni hitti svo konu daginn sem að sagði að hún hefði verið í krossinum fyrir löngu síðan, þá var Gunnar bara úlingur og það hefði komið predikari í kirkjuna sem að vildi biðja fyrir Gunnars fjölskyldu og hann búin að biðja fyrir allir og svo spyr hann, er ekki eitt strákur viðbót? Þau eitthvað, jú, hann er út á hjólabretti og þá er hann kallaður inn, hann eitthvað, já, ég vil láta leifa öllum að heyra hérna, hvað ég ætla að segja hérna eitthvað og svo biður hann yfir hann og þá segir hann við hann þá að hann muni predika fyrir mörgum þjóðum, eða ekki? Já, hann muni predika fyrir marga þjóðir og hann tók sérstaklega fram að það var ekki í útlöndum, það væri á Íslandi og það var bara kona sem var að segja þetta daginn þannig að mér finnst þetta bara ótrúlegt mér finnst bara svo klikkað Já, þetta hugsa tilbaka sérstaklega ég var svo skeptískur ég var bara ekkert að hlusta þegar fólk var ég var mjög skeptískur þannig að Guð er bara forréttindi að fá að taka þátt í verki Guðs og hann getur notað hvert sem er bara brotna einstaklega notar hann sem hérna hann notar rusl eins og okkur þá getur hann notað þig þannig að bara því með vera uppröðu því Guð bara er með plan fyrir eitt og sérkvært okkar og það er stórkostlegt plan saman hvernig það lítur út Yes Amen, verður ekki bara búið í dag þá? Jú Sjáumst